Þá íslenska landsliðið mætt til Reggio Emilia til að mæta heimamönnum í Palabyggi höllinni hérna annað kvöld. Hvernig svona stemmingin í hópnum fyrir leiknum á morgun? Það svo góð, bara ljómandi góð. Klárir í að bæta upp fyrir svona sem miður fór heima á föstudaginn. Miður fór heima á föstudaginn það voru einn eða annar hlutur sem fór illa þar en ljósu punktarnir upphafið á seinni hálfleik og kannski svona fyrstu mínúti leiksins og svona einhverju svona kaflar í leiknum sem það getur byggt á fyrir morgundaginn, en það rétt með því hjá. Já, það var fullt af jákvæðum hlutum sem það þarf að byggja og Annarsson sem það bara aðeins að lagfæra og slípa til og ná svona aðeins heildstæðri frammistöðu heldur en við. Það var svolítið gloppótt, kom mjög slæmur kafli í lok fyrsta og öðrum leikluta á föstudag, þannig að það er ekki heimsendir eða eitthvað sem það þarf að kollvarpa. Þetta er bara litlu hlutir sem það er að slípa til og halda áfram að ráðast á það. Mikið verið að tala að ítalska liðið sem þetta sé sama þjóðun en annar lið sem að mæta á morgun. Er komin einhverjar upplýsingar með hvaða liðið í Íslandi er að fara að mæta annað kvöld? Ítalíu? Nei, við erum ekki konum með það. Kemur á einhverju fundi í seinnipartinn eða kvöld og við erum ekki konum með það. Þannig að við vitum það ekki fyrir kvöld. En Ítalirnir spiluðu frábæran leik og komin í einhver aðri kallar sem eru að spila á hærra leveli. Þá voru þeir ógeðslega góðir og ég held að þeir verði ekkert betri heldur en þeir spiluðu á föstudaginn, við munum verða betri. Hraði leiksins, það var svona eins og í leiknum á föstudaginn eða þegar Ísland náðu svona aðeins að keyra upp hraðan þá fóru hlutirnir að detta heldur betur fyrir Ísland en svo náðu Ítalirnir og eiginlega þegar þeir náðu að hægja leikina þá var þetta svolítið erfitt fyrir íslenska liðið. Já, við þurfum að halda tempóinu á, það er alveg klárt. Þó þau skora á okkur, við þurfum að reyna að hlaupa eins á það og halda tempói líka í helgortinu og þar höfum við forskot á það og þurfum að nýta okkur það. En svo eru þeir bara góðir, þeir eru frábæri að reifa boltann og með góða leikmenn, þannig að ná að taka í burtu og gera þeim erfitt fyrir og ef við náum að stoppa og frákasta þá eigum við að geta hlaupið í bakið á þeim. Það sem að drapa okkur aðeins í fyrri hálfleik í Laugardalsvelli var að þeir skora 14 stig eftir sóknarfrákast og 9 sóknarfrákastum og það er erfitt að hlaupa þegar það er verið að taka sóknarfrákast og skora á því eftir þau. Allir heilir fyrir morgundaginn? Já. Alveg að lokum. Þú tók nýr inn í þjálfarteymi A-landsliðsins. Hvernig var tekið á móti þér? Bara mjög vel, bara frábært, góður hópur og við þekkjum Baldur vel og svona verið bara að kynnast Greg, þannig að bara virkilega gaman og skemmtilegt að vinna í þessu umhverfi. Kærar þakkir við þér og gangi ykkur vel á morgun. Takk fyrir það.